Já, mér alltaf drauma. Syngja á þjóðhátíð. Nei, já, það væri stórkostlegt, sko. Hlaupa nakin á sviði. Nei, Nei. ég hef aldrei skilið það. Það er gaman að vera að sprella um eitthvað svona í kringur rétta vinahópinn og svona. Það er tippið fyndin, sko, en einhvern veginn í svona margmenni, þá ertu alveg perralett. Já, ok. Ég held að þú getur verið góður í veiðinni, bara að vera að sprella á hann. Ég gerði það einu Þá ertu líka komin í fyndið, Já. af því að þá ertu fámenn, en góðmennt. Þú veist, það er bara 2 að deila stöng, Já. gaman úti, prófa nýtt dag, vera bara að sprella á hann. Að vera surprise-sprelli, það er líka svona. Já, þegar þú ert einhvers staðar með góðum félag, svo sér þau óvænt að sprella. Kemur hann óvart. Næja. Já. Við skulum, ef ekki að byrja hérna. Á byrjunni? Já. Mér fannst við að alveg byrja það nákvæmlega. Fólk fái hérna sjokk eða fyrsta sem það heyrir er bara sprellatál. Já, það er bara gott. Þú veist, gott að brjóta bara ísinn strax og þá er hann bara mölbrotinn. Það er bara allt í góðu. Já, ég get sagt í góðu sem tengdi mitt að vera á sprellunum, sko. Nú, ok. Ég á nefnilega 4 ára dóttir. Já. Og við förum stundum saman í sund. Okay. Það var gaman að fara í sund. Já, það er stimpla sig inn og labba inn í klefan og það er fólk út allt og það er gaman og svo fer maður að synda og það kútar og það fjör og svona. Svo erum við að fara upp úr. Þá er mín 4 ára, hún er svona í sjálfstæðisbaráttu, sko. Hún er stór stelpa og getur sjálf og svona. Hún þarf að kúka. Þannig að við förum í sturtuna og svo förum við úr sturtunni og hjá henglaðanum og það er svona klósett og hún labbar inn og lokar hurðinni og læsir. Og ég bara varst að læsa? Já, ég ætla að kúka og svo ok. Svo náttúrulega klára hún og fer og allar að opna. Getur ekki að opna. Læst hurðin. Og ég bara hvað nú? Þannig að ég stend þarna bara á tippinu, kviknakin og bara, þú er að snúa og svo er að snúa og svo byrjaði það svona að hópast í kringum mig, svona, þú veist, menn á alls konar aldri og allir á tippinu, sko. Það er einhvern veginn orðin svona finnsk sána, einhvern veginn og allir saman að spekulera hérna og það bara, já, þú er að segja henn að snúa, ég bara, já, ég er að segja henn að snúa maður og svo einhvern veginn ákveði það, ok, ég verð bara að fara yfir, príla yfir hurðina. Þannig ég tek ruslafötu sem hann og tek pokan út maður og snín á hvolf og stíg hún á fötuna upp á vaskinn, er svona að reyna príla yfir og smá svona þungi, finn ég allt í hennu að það koma svona 2 hendur beint utan raskinnendan á mér og þá er það svona 8 ára maður sem er svo gríðarlega hjálpsamur að aðstofa mig yfir hurðina þannig að ég er einhvern veginn komin í doppul-troppul. Þetta verður cozy moment. Nei, og ég sverða ég þurfti ekki að hjálpa að halda, sko. Og þarna var ég svona vandamálin voru orðin 2 einhvern veginn. Og það er eldri maður að halda þetta bera kinnandana á mér einhvern veginn og ég að reyna að koma yfir og samfara dóttur mína að opna hurðina og endanum þá nær hún að opna og maðurinn sleppir og ég fer að þurrka mér og aftur inn og ég var alltaf að pæla bara hvað datt manninum þetta í huga bara hjálpa mér og þéttingsfast, sko. Ég meina, hvernig eru við sér á hann að hjálpa þér? Ég veit það ekki. En þetta er svona, þetta getur margt gæst í sundi, sko. Já, menn hafa eitthvað svona blíðunarkennd og vilja... Nei. Þetta reyndar, þetta var vinalegt. Þú kannski haft vinalegan bossa, svona. Hann hefur örugglega komið heim, sagt konunni sinni, heyrðu, það var einn ungu maður sem var í gríðarlegu vandræðum, hann og ég aðstofa hann yfir hurðina maður. Já, hvernig fórst það því, elskan? Já, hann hefur örugglega haft höti svo að segja, sko. En þetta var áhugavert. Já, bara flott hjá þér, hann að þú sem greistum með raskinnana hjá hann Bjarti, þetta er bara mjög gott. Já, þetta er
getur margt gerst með þessi litlu maður. Já. Svo bara fengið sér ís og áfram gakk og lífið helt áfram sko. Nei, það stoppar ekki þannig. Nei. Ekki nema einhvern bara döð bregður og bara drefst. Nei, ég hugsaði líka bara að hann hafi einhvern veginn bara geta síðið gegnum mig bara frá botni og alla leið upp. Já, þú meinar. Stjarnan mín og stjarnan þín. Já. Mér allan að leið þannig sko. Allan að geta gefur skít í hann. Já. Ég vissi að þú er glaður að heyra þessa sögu sko. Æja. Ég sé þetta allt á sjónrænt sko. Það var gallin hjá mér. Já, maður sundið, það er svona getur alls konar uppákomur komið upp í sundi sko. Já, það getur alveg verið gefandi að fara í sund. Ég var í sund daginn og þá bara slaka og ég heita pottin og þá er hann að par sem að var að rífast í hvort annað og maður fekk að heyra alla sólasöguna. Hún hafði haldið fram hjá honum og hann var hann að grenjandi í pottinum og ég bara vissi ekki, þú veist, ég held að fólk væri að tala svona hluti svona bara prívat, en neini, það var bara að gera og útvarpa þessu bara út allan pott sko. En eins og hlustendur hafa vantilega tekið eftir, þá er engin gestur í dag. Nei, algjör óþarf að vera alltaf með þessa gesti. Við komum svo marga gesti að við höfum aðeins að fá að hvíla þetta. Já, en við ætlum að, kannski fínt að segja bara frá því að við erum búin að skipuleggja ferð. Já, reyndar. Og ætlum að fara til Vestmannaeyja. Eyjana maður. Já, Eyjan fagra. Það ger allt vitlaust. Já, og ætlum að reyna að fara að tala við flórunni þar og þannig að það mun vera svolítið svona Vestmannaeyja þema það verður í september. Já. Svolítið Vestmannaeyjalegt. Og við munum örugglega taka fullt að þáttum upp þar og gefa út bara vikulega. Já. Það verður gaman, fara til Eyja. Já, geggjað alltaf gerast í Eyjum. Það er ekki ferskt loft eitthvað neinn hana. Já, bara allir að gera svo góða hluti líka sko. Já, enginn að gera vonda hluti. Nei, okay, þú segir svona. Það er einhvern veginn, það er svona hvað segir maður, eitthvað matabragur yfir Eyjunum bara. Já, þeir eru að gera rosalega flotta hluti strákunum sem eru þannig að gera eitthvað, það viti. Og þannig að, já, ég er allavega mjög spenntur fyrir að fara til Eyja og hitta gengið. Það verður geggjað. Já, það verður mjög gaman. Þetta verður sem sagt 29. til 31. sem við verðum í Vestmannaeyjum ef fólk vil elta okkur. Já, algjörlega. Það verður geggjað að hitta eitthvað liði. Og þú verður með túspennan tilbúin fyrir eindaárudanir. Já, nákvæmlega. Já. Það verður tekið 1-2 öl og það verður gaman að hitta eitthvað nýju öl. Já. En ég var að kaupa með kólagrill. Nú? Já. Ertu hættur í gasinu? Já, bara átti ekkert gasgrill heldur. Nú, ok. Og ég ég er með svona litlar svalir og ég var svo galvaskur maður og fór bara með það út á svalir og svalirnar eru svo í svefnherbygginu. Eru það í svefnherbygginu? Út frá svefnherbygginu? Út frá svefnherbygginu, já. Okay. Þannig að ég setti það bara upp maður og svaka steik og búin að kaupa kólinn og viða reykikubbana maður og alltaf svoleiðis að vera að gera. Grillaði, allt ógeðslega gott og flott. Svo náttúrulega fór maður að busta þessu kvöldið og að fara að sofa. Þá var maður bara í reykkompu inn í herbyggi. Glemdar að lokka á rúðan með það. Það var greinilega einhver rifa á glugganum eða eitthvað. Ég held að þetta, svo maður alltaf lappa inn og út að kíkja og skoða og ég er búin að færa það núna sko. Nei. Það er kaupaði útimálingu og allur vekkurinn fyrir utan kólareyktur. Já, þetta er margt til að hugsa út í sko. Maður er einhvern veginn, maður er bara svo kaupglaður, maður er eins og krakki þegar maður kaupir eitthvað græð og svo fer maður út og setur upp og bara ógeðslega spenntur. Já. Hítar upp í þessu og kveikir á þessu og grilla og svo náttúrulega bara gleymir maður alveg að pæla í öllu hinnu bara að hafa þetta á stað og ekki við vegginn maður að bara komið svart á vegginn og allt í rugli og svo ja, þú lendir nú ekki í því sem ég lendi einu sinni ég komst í fréttunum að því að vera að grilla sko. Og það var í Hamraborginni og það var Eurovision partí heima konan og taka þátt í Eurovision og það var svona smá partí undan og ég var að grilla ribbaðisteikur fyrir liðið og þetta var gasgrill
Það var þakið steikum, það var bara ógeðslega mikið af steikum í gangi. Þetta var þetta hvað, kringum febrúar mars minni mig sem að Eurovision var frekar kalt, ekki svona beint tími til að vera að grilla. Nema hvað, það var náttúrulega, þú veist, fór bara eldur í gang náttúrulega, því það var mikil fita, ribba og svona, og svolítið reykur. Það var einhverjir sem að bjuggu hann í húsinu sem hann bara hringdi á slökkuliðið. Og ég sá bara bruna hana slökkulið frá Reykjavík inn í Kópavoginn og bara beint fyrir fram að nefa mér sem ég var að grilla og ég bara, hvað í gangi núna maður? Svo var bara bankað upp og menn vildi bara koma inn og þú veist, það var hringta hérna og kveiknaði í og við erum bara að grilla, vildi ég bara koma og kíkja og menn voru bara ánægði með að maður skulle vera að grilla bara, hérna, já, ég fekk slökkulið á mig. Já. Ég hef bara býð eftir að fá nágrannan á mig, sko. Það er bara viski viður og alveg smör og geggja. Já. Það er gaman að grilla. Þetta er svona eins og hjá hann Jón Erni. Já. Byrja bara að reykja klukkan 4 á nóttinni. Já, þetta var honum að kenna. Þessi hugmynd kom frá honum. Já, svona. Fór mér í kjötkompani og keypti með T-bone steak og grillaði hana á, það er ekkert eðlilega góð. Þetta er náttúrulega ekki eðlilega gott kjötana, sko. Já, svo sitt ég bara Vesta er og svo, þú veist, ég var einn heima, sko. Þannig ég settist einhvern veginn í stofuna og kveikti á einhvern þætti og hundurinn satt einhvern veginn og horfði í augun á mér allan tíman og maður grátmaður smá afgang. Þessi kvolpa augu er óþólandi, sko. Svo gaman og smá sníki augun maður. Já. En maður er alltaf svo góður við þessi dýr maður. Já, ég einhvern veginn fæ líka alltaf típur, sko, eins og hundurinn minn ég er farin að kalla hann Rómeó, sko. Því hann er alltaf með hann á hundasvæð og svona, hann er alltaf að heilla stelpunna maður, sjarmer alveg. Það tala tíkunar. Já, hann er bara, þú veist, það glefsa í hinnan og hérna djöfla hinni fá ekki að koma nálægt, en hann einhvern veginn nær alltaf að sjarmera sig í gegnum þetta. Já, ok. Ég er bara ekki orðið. Hann kannski hitti bara þær sem eru á lóðari. Nei, ég meina ég er svona alltaf að reyna að spara pungin, sko, að reyna að vonast til þess að geta haldið honum, sko. Ég klippti minn, sko, bara mjög fljótt, sko. Hann var frekar ungur. Ég er svona farin að hallast að þeim að þurfa að taka pungin, sko. Já. Já, þeir breytast ekkit alveg strax, sko. Þeir vera alveg græðir. Aha. Já, En þú veist, það róast með tímanum. Já, svo veit maður ekkert þetta maður. Nei, þú ert ekki múin að láta taka þjóðu samdi. Nei, 4 ár. 4 ár. Hvað meinar þau? Þá ætla ég að fara. Nú, ok. Hvað er þetta bara að ákveða 4 ár? Já, 35. Já, þú meinar. Hvað, ætlar ég að fleiri börn? Já, mögulega, 1. Ok. Já, ok, þú hefur þá 4 ár til þess. Já. Ég er bara þar. Já, ok. Ég á mig draum. Það er alltaf draumanir eru endalausir. Já, það er greinilegt. Já. Og áttið nokkra. Já. Þegar ég var 55, þá eru öll börn fullorðin. Þannig að, þú veist, í rauninni þegar ég var 50, 52, þá get ég bara verið í golfi og grilla steikur og nota lífsins. Róa sig. Það koma barnaböld líka, sko. Já, það er bara fínt. Ég get tekið þau og skila þeim. Já, reyndar. Það er að góða að reynda við þau. Akkurat. Það er skila með þeim, sko. Já. Það er eins og góð jólagjöf. Já, rétt að maður. Hvað, vantaði lummu? Já. En við erum búin að vera að taka upp þó nokkuð á þáttum. Við erum búin að vera hérna núna með, 23 viðmælendur. Já, 23 maður. Það er búið að vera svona smá sprettur á strákunum og við höfum alltaf náða að skila á tíma eða svona, alltaf á fyrstum þá kom út þættir hjá okkur. Já. Og hérna það væri kannski bara geggja að láta vita því að það er hægt að senda okkur bara tölvupóst ef að fólk er nútið með einhverja uppústungur af gestum sem að þeir vilja endilega sjá, sko. Já, það er ekki galið. Nei, matmenn gott að kannski betra að muna tölvupóstfangi. Já, til þess að muna þetta maður. Opna á sér trínið. Já, maður er sjaldan að senda sjálfum sér tölvupóst. Við erum
Ekki punktur. madmen.podcast@gmail.com. Já. Við erum alveg með þó nokkuð að line-upi fyrir veturinn og haustið og erum komið töluvert af fólki sem ætlar að koma til okkar. Já. Og en það má alltaf bæta við. Þetta bara... Já, líka það var geggjað að fá meira af ykkur út á landi, eitthvað aðeins út fyrir höfuðborgina. Þannig að við getum afsakað fleiri ferðir. Alltaf gott að geta sagt, ég er að spá að fara í vinnuferðina, taka helgi, ég og Davíð erum aðeins að það er svona, ég finnst það voðalega gott, sko. Já. Þú ert með krakkan og hundinn og heimilið og þú sér bara þetta ekki og ég er að fara að vinna. Já, einmitt. Það er svona betra heldur en að ég ætla að fara að fá með bjór og tala við skemmtilegt fólk. Já. En þetta er bara búið að vera rosalega skemmtilegur sprettur og það verður bara skemmtilegri með tímanum. Já. Og fólk kannski þekkir okkur ekkert eitthvað mikið, svo sem ekkert búin að vera að tala eitthvað mikið um okkur. Nei, það voru lítið að segja. Þú veist, við náum eitthvað smá einslög hér og þar með hvað við erum að gera stundum eða fólk er að tala um okkur. Já. Eða við að tala um fólkið. Já, ég hef svo sem það er ekkert að segja. Nei, þú er ekkert að segja. Nei, ekki tanni. Nei. Ég er bara... Þú er bara Bjartur. Bjartur, já. Birgisson. Já. Matreiðslumaður. Já. Vinnum við það alla daga? Já, maður einhvern veginn alltaf, það er ótrúlegt sko þegar maður er að vera matreiðslumaður einhvern veginn, það er líka smá lífstíl. Það er svona allan kannski er það fyrir eitthvað bara að feitabóla, það er lífstílinn sko. Nei, það er ekki allir feitabólur. Nei, ég hugsa mat allan dag. Ertu bara þar? Já, eiginlega. Ok, er það því að þú ert að gera matseðla og þetta græja mat? Nei, það er því að hugsa hvað ég ætla að borða í kvöld og hvað ég ætla að borða eftir og svona, Eldar þú ekki teimaður? Jú. Og ert þú aldrei bara eitthvað svona, sérðu eitthvað og svo bara þetta verð ég að prófa? Þú veist, ef ég sé eitthvað á netinu, ég er fastur í símanum og ég er að skrolla og kíkja hvað menn er að gera og þú veist, og fá alls konar hugmyndir. Þú veist, ég er eins og svampur, sko. Bara Svampur Sveinsson, ég bara drekki mig upplýsingar, sko. Og ertu að leika þér eitthvað? Gera eitthvað svona stöf? Jú, mér finnst gaman að prófa eitthvað, þú veist, ef ég sé eitthvað áhugavert, en ef það tekur eitthvað rosalega tíma, þá nenni ég ekki. Nei. Þú veist, ég er svolítið þar, en maður gerir þetta áður fyrir, þú veist, þá bara gerir maður alls konar, sérstaklega þegar maður er að vinna, kannski í veiðu, sem maður hafi allan tíman í heiminum, kannski yfir nóttina eða eitthvað, menn út að veiða yfir daginn og að vera að leika sér. Ég nýt þess að leika mér heima, sko, fyrir mig. Alveg gaman, ertu að gera eitthvað pasta? Ég hef alveg gert það, já. Alveg alls konar. Það er alveg blautur draumi hjá mér að vera svolítið að sinna því. Já. Ég er ekkert svo mikil pastakæl, sko. Það ekki? Nei. Meira núðlur og... En þú veist eins og bara fyllti ravioli eða tortellini eða eitthvað svona, þú veist, sem eru bara með eitthvað good shit í. Það er alveg gott, sko. Já. Ég er bara geggja störfræði með einhverju geðugu svínakjöti. Það er enda mjög þægilegt að gera það. Já, þú getur alveg flækt það. Já, það þarf ekki. Nei, en það er gaman. Já, ég gerir svoleiðis daginn fyrir eitthvað 40 manns og þú veist, ég var bara með nautakjöt í austru og engi fyrir sósu. Það er náttúrulega ógeðslega gott. Grjón, máldykt, sko. Já. Ég er alltaf einhverjum hugarleik við mig að reyna að finna eitthvað til að gefa dóttur minna í þetta. Já, þú meinar. Það er alveg. Hvernig er hún í fiskinum? Góð. Já, fisk. En fleikana bara. Já, bæði. Fisk og góður. Svo finnst henni lítill kjúklingur og KFC geggja. Hún feikja ráða, þá er það bara í bandin allar daga. Já, ok. Er það nagganir eða bara kjúklingur? Svona popcorn eitthvað. Já, það. Já. Það er eiginlega naggar bara í einhverju svona kúluformi. Já. Hvað ætli sé í þessu dóti? Bara eitthvað fuglajul. Það er eitthvað meir en bara fugl, sko. Já, eitthvað bindiefni og eitthvað drasl. Já, drasl. Nei, þú veist, ég veit ekki. Nei, ekki. Við höfum kannski að tala um Helga og fá hann til að útskýra þetta fyrir okkur. Já, hvað heldur að hann sé eitthvað í því? Hún er ekki bara
Nei, reyndar að Helgi kannski ekki mikið inn í dag en þú veist, hann veit alveg hvað í þessu stöfi. Já, ég meina menn... Þá kannski bara Pretty Boy Choco en þetta að segja okkur frá þessu. Ég held að hann viti nú ekkert þetta. Hefur prófað súkkulaði? Pretty Boy Choco súkkulaði? Nei. Í alvöru? Já. Þetta skandal. Eða? Já, þú veist, þetta gott stöf. Ertu nammikall? Já, akkur heldur ég að sé koma alltaf með nammi handa þér til að, þú veist, þú ert að vera búin að fokk í skálina hérna. Ég var að veist að vera, ég var að fara að segja, ég ekkert svo með nammikall, sko. Busted. Já. Ég eðlukall, sko. Eðlukall? Já, það geggjað stöf, sko. Já. Það ekkert eðlilega gott. Sterkum. Þetta pappa. Já, ég fæ mér stundum eðlu, sko. Það svona, og ís, þar ég veikur, sko. Já, ég þar líka, sko. Þetta náttúrulega bara... Ertu í Bragðaref eða? Já, ég var í því. Og hvað setur í hann? Segðu mig hvað setur í hann. Ég svolítið í Lion og einhverja súkkulaðsósu og kannski einhver fersk ber og svona. Já, geggja. Sammála. Það hljóma vel. Já. Má alveg vera svona pipmynd súkkulaði eitthvað, after eitt eitthvað. Jável kókosbólur. Ertu lúgukall? Nei, ég ekki alveg þar. Mér finnst alveg ágætt að fara af og til en bara, þú veist, það bara ég að drífa mig alveg ógeðislega mikið. Það? Já. Algjör lúgukall. Ég svolítið svona dundari. Ég vil fara inn og skoða og sjá hvað í gangi og þú veist hvað er nýtt í boði eitthvað svona. Þú vilt vera í þessari oflýstu stóru búð. Já, og sérstaklega ef verslan er erlendis, þú veist, ég get bara týnt mér í svona, þú veist, einhverjum búðum, kjötbúðum, ávöxtabúðum, ostabúðum og alls konar búðum. Sjá hvað eitthvað nýtt, þú veist, ég er alveg óður í eitthvað svoleiðis. Alveg sama þó allir sé gargand að mig, höldum áfram, við erum að fara í fataverslun, ég bara, nei. Ég hef alltaf sagt, sko, að ódýrasta út að borða er lúan á einum. Já. Er það pulsan? Já, það ertu með þjón sem að mætir og hann tekur pöntinn og svo er kokkurinn hendur í pullu og lætu við fá. Já. Þetta getur farið út að borða fyrir 600 kall. Ok. Já, býtu, kostar ekki pulsan meira en 600 kall í dag? Nei, það held ég ekki. Það ekki? Nei. Kannski 690. Nei, þú fundið eitthvað ódýra lúu, sko. Já. Já. Hvað er þessi lúa? Ég held að fólk eftir bara að fara þangað. Ég hef búin að hugsa, ég hugsa þetta oft. Það vantar fleiri lúur. Er það? Já, það mætti vera lúur á fleiri stöðum. Það ættu allir skyndibitastaðir að vera með lúu. Já, þú meinar? Já. Ég myndi að bara fara á Dominos, pantar, fer í lúuna. Það ertu ekki að fara út á bílnum og þú veist, mæti í tónlistina maður og... Hver fer í Dominos lúu? Það er ekki nema að fá sér slæsu sem er tilbúin. Nei, þú sækir bara pítsun í lúu, maður. Það ert ekki að fara inn. Þetta er bara $1 billion hugmynd. Bara lúur allstaðar. Allir að hendi í lúu. Ég var ekkert með Bandaríkjunum og sá ég svona lúu út allt, sko. Og það var líka, sko, í áfengisbúðinni. Þú kannski fara í lúu þar. Það var bara, þú veist, Jack Daniels og hitt og þetta og bara í kérnum lúu. Svo kannski líka fara í lúu, kirkjulúu. Og basically bara, þú veist, farið og ég man ekki hvort það var að bjóða upp á að gifta sig eða hvað, sko, í lúu. Það er allt hægt í Bandaríkjunum. Þetta er ekki mjög óðalega skrítið. Já. Ég er svona dellukall, sko. Já. Ég fæ allt dellur yfir hlutum. Eins og ég ákvað einu svona að ég ætla að vera svaka fínn og flottu kall. Að ég ætla að byrja að reykja vindla. Okay. Svona stóra flotta vindla, sko. Kúbanska. Já, alls konar, sko. Bandaríska og alls konar. Já, Havana. Þannig að ég var einhvern veginn svaka flottur í stúdentaíbúð, sat hann að einhvern plaststól fyrir utan með kúpuvindil og Negroni með flottum klaka og eitthvað. Ég meina þetta er að taka hlutin á annar level. Já, þetta var svona trailerpark feelingur. Já, sko. Bara trailertrösi alla leiðina, sko, hana. Já, þetta er geggjað. Já. Ánægði með þig. Ég er alveg til að vindlaði upp einhvern tímann. Já. Ég er vindlakall, sko. Eða? Já. Nú.
Ég kefti einhverja 10, ég kefti sett sko, fullt af penning og ég á box heima og Já, hvað? Já. það tómt samt. Nú, ég ætla að fara að bjóða mér í heimsókn. Það ekkert mál. Nei, en þú voru að fylla boxið. Já. Ég geti fýrað upp í kólagrillinu og þið getur sittið fyrir utan og tekið stóra mynd til og svo það er allir vel reyktir eftir á. Já, svo get ég farið að sofa bara í einhverjum geggjum reyk. Það er bara hljómar svo. Já, þú er allan vel reyktur, það er alveg á hreinu. Já, svona er þetta. Já. En hvernig líst þér síðan á veturinn hjá okkur? Hlakkar til vetursins? Nei, ekki neitt sko. Ok, hvað er það? Er það veðrið, kuldinn eða snjórinn? bara veðrið. Það er bara kalt og slappið og gráa maður. Já, þú har bara bókað sér ferð til tenni eða hvað? Já. Gerir það svona, þú veist, flestir gera það árið, bara taka break frá þessu ógeði hérna í smá tíma, janúar, febrúar eitthvað og bara í sólina. Sko. Ég er reyndar að fara í ferð sko í nóvember. Nú? Já, í nóvember, fara á Liverpool-leik og til Þýskalands. Og... Þú er púllari. Já. Ég er United maður, þannig að sé alveg á hreinu. Já. Það sést. Sést það? Já. Nú? Einn virðist vera meira gefinn en hinn. Það er yfirleitt. Já, maður gefur af sér. Hefur þú farið til Englands? Hvað, ég hef bara millilent í Englandi. Nú? Einhvern veginn. Ég hef aldrei farið og tekið röltið og farið. Þú ætla að gera það. Hvað fær maður sér að borða í Englandi? Fish and chips? Það er búið að vinsælt sko, en þú veist, ég fæ með það ekki þegar ég fyrir Englands sko. En ég fór seinast til hérna þegar ég var í Englandi hvað heitir þetta? Brighton, hann alveg síðst og þar fór á svona pub og þeir eru alltaf með á sunnudöfum svona pub roast margir hverjir og það var bara hægt að fá svona, þú veist, risadisk og það var lambasteik og það var kjúklingur og það var purusteik og það var alls konar kartöflur og það var eitthvað eitt kjöt í viðbót sem ég man ekki hvað var. Alltaf sama disk? Alltaf sama. Hver er langar að geta þetta allt? Ég skil það ekki, en þú veist, maður bara, það var nóg fyrir okkur bæði og pluss og við þurftum að reyðum ekki við allt, þetta var svo mikið. Ég veit hvað ég ætla að gera. Ég ætla að fara og prófa hérna kartöflutrendið sem er út um allt. Já. Bara baka kartöflu með einhverju julli og dóti. Já. Það er reynda mjög sniðugt. Stór böku kartöflu með alls konar sitt í, sko. Fylla þetta osti og bökum bönum og alls konar dóti. Kartöfla er bara, það er það besta. Já, ég er þar. Finnst ég það? Góð kartöfla er bara klálega. Þú tekur það fram yfir bara steik eða eitthvað þannig? Já, oft. Það þarf allan að vera með. Já, ok, það má vera með. Já. Ég finnst það ekki vera aðalatrið. Sko, nú er ég búin að vera svolítið að borða steikur undanfari, aldrei þessu vant. Okay. Ég borðaði tíbónana fyrir 2 vikum, svo borðaði ég nautalund helgina og svo borðaði ég ribbasteik fyrir 2 dögum eitthvað á beini. Já. Þetta er alveg gott, sko, en þetta er ekkert eitthvað... Þetta er alveg geggja gott, en þú veist, það er alveg geggja gott líka að fá fondant kartöflu, sko. Já, reyndar. Það er mjög gott. Já, ég segja að þetta steikarblæti er ekkert eitthvað... Nei, ok, ég er alveg sammála að þetta er gott meðlæti, en ég myndi aldrei skipta þessu út fyrir steik. Nei, ég myndi ekkert bjóða fólki heim í kartöflur, sko. Nei, ég er að segja það. Þú veist, hérna eru kartöflur á 5 eur, sko. Nei, fólk myndi örugglega bölva mér og eitthvað svona. Já. 100%. Kartöflur er gott stöf. Já. Þið er nú kannski að heyri einhvern frá Þykkvabæ, svona tala við á kartöflur. Já. Allt þetta snakk og allt sem er að vera að gera þarna. Sniðugt. Ég hef nú eina sögu að segja með orðandi, má ég segja hana? Já, nei, já, ég skal segja hana. Já. Það var eitt skipti ég var í ákveðnu veiðihúsi. Alltaf þarf ég að fara í veiðihúsin, en þar byrja stundu sögunar, góðu sögunar. Og ég var að leysa af í einu veiðihúsinu sem að var í nágrunni við Þykkvabæ, segi ekkert meira en það. Og hérna,
ég var látin elda þarna og byrjaði á hádegisvaktinni og ákvaði að hafa svona svín í súrsætu með hrísgrjónum og alls konar salat og dót með þessu og svona gera bara svona störfræ og svo koma gætarnir fyrstir, alveg magnaði þessi gætar, hvað þau þurfa alltaf að fara fram fyrir alla línur og geta fyrstir, en þeir koma hana, stóðu hana, allir búin að taka sér disk og biðu í röð og svo segir gjör svo vel, maturinn tilbúinn og þeir heldur bara og stóðu hana bara kjörir og ég leita allir ekki að fá okkur, já við erum að bíða eftir meðlætinu og ég segi, það er þannig á borðinu og hvað ertu að tala um? Ertu að tala um hana skái eða matinn hana? Og ég bara býtti nú, þetta eru hrísgrjón, þetta er ekkert bara hrísgrjón. Já, veist ekki hvar þú ert? Jú, ég veit alveg hvar ég er. Já, þú ert í Þykkvabæjarhrepnum og hér borðum við kartöflur. Og ég held að þetta var náttúrulega bara grín og eitthvað svona. Sem að auðvitað það var, en þeir héldu áfram, sko. Og ég sagði, þið er náttúrulega að djóka og þeir, nei, við viljum fá okkar kartöflur. Við fáum alltaf kartöflur og það er ekki að fara að breytast núna. Ég bara, þetta er ekki lægi. Þannig að ég fer bara inn í eldhús og næ fór svona kartöflur og dundra í ofnin og hita það upp og hendi þessu á borðið til þeirra inn í staðfærbyggi. Þannig að gjör svo vel, hérna er þessu kartöflur ykkar. En með því að vera fokk í kokkinum, þá náttúrulega farið það stundum í bakið. Og sérstaklega þegar þú ert í einhverju svona eins og sjónum eða þarna í þessu tilviki og svo kemur að kvöldmannum. Ég hugsa með mér, já, nú skulle sko fá hnífinn í bakið. Og ég er með nautasteik, bakaða kartöflu og þeir sögðu við mig sko, þannig í hádeginu, ef það væri undir okkur komið, þá myndum við bara borða kartöflur og ekkert annað. Þeir skulle sko fá að éta þessi orðu onni í sig. Þannig að ég gerði svolítið slatta kartöflum og vaninn var að fara með síðan matinn á borðið þar sem þeir borðuðu og ég lét þjón fara með risastóra skál af kartöflum og búið að setja álpapír yfir og splæsti sósu með. That's it. Svo er ég bara full að kera matinn í veiðimennina og kúnana og svo kemur eftir svona 10 mínútur gætin og banka og svona fyrirgefðu kokkur og ég kvæsti á hann, hvað? Ég er svolítið upptekinn, snöggur, hvað? Og vissi svo sem alveg hvað hann ætlaði að fara að væla yfir. Já, við höfum bara spáðið hvenær maturinn er á borðinu ykkar. Og hann alveg, já, en það er bara kartöflu. Já, þið sögðust geta borðað kartöflu bara í hvert mál, bara gjör svo vel og verða ykkur góðu. Láttu mig í friði. Og hann bara röklast burt og svo kemur hann aftur eftir 10 mínútur viðbót. Ertu að grínast? Já, voru þið að grínast í hádeginu? Og hann, já, þetta var nú bara svona smá, já, þetta er líka bara svona smá hjá mér líka. Þannig að ég enda með að senda, smá steik til þeirra, þeir þurftu að bíða í smá stund, en yfirgætin, hún fannst það ekki fyndið, þannig að hann fór alveg brjálaður, ösku illur, skellti hurðum og upp í bíl og gerði heim til sín. Já. Og hann er reynda að bjóða hana rétt hjá. En já, skulle aldrei fokkin kokkinum, það er bara svoleiðis, það er leksían að þessu. Það er ákveðið vald, sko. Sérstaklega þú ert fastur einhver staðar út í raskandi. Já, það er bara svoleiðis. Já. Ég er enda, sko, ekki margar sögur ykkur svona, en ég, fundum einu svona, í filipískri fermingu, þá var svona diskar af chilium, og ég safnaði með öllum saman, sko, átti svona chili box, mjög sterkir chiliar, og við vorum með svolítið að svona 17-18 ára strákum, nemar, og ég var alltaf að taka fræin út og setja í matið einhvern veginn og koma í þá sko og þeir voru hættir að þóra að borða allt sem kom frá mér og þá ég tók eitt sko, þá var pulsur í matinn, staffamat og ég stilti upp á 4 mínútur svo fór ég að settist hjá honum og svo byrja ég að ringja heyrðu, að kíkja opnin, eitthvað bípa
og já, svo stökkan og þá var ég með svona lítið hníf og skar upp pulsuna, fyllti af fræðumar og snerinu svo mætti hann bara, heyrðu, það var ekkert í þessum op nei, ok, já, svo settist hann og byrjaði að borða það og svo allt ég bara, nei, andskotin og ég var farin að skurðaðgerðir á ananasbitum og inni og loka aftur og það var alveg menn voru bara á nálum í kringum allt sem alla staffamat sko það er bara fyndið Já. þá meðan þetta er svona innan eldhúsins En hvað uppáhalds kryddjurtin þín? Ertu með eitthvað uppáhald? já, ætli þessi ekki bara kóríander sko Nú í alvöru? já, Það er mjög góð kryddjurt já ég er kóríander kall sko Já. En dill og rósmarin og allt þetta, ég meina já, ég meina í réttu hlutum sko okay. Ertu svolítið að vinna með dilloljur? nei, Ekkert svoleiðis ofnæmi fyrir dillolíum held ég Nú er það búið að gera nóg að því í gegnum lífstíðina já, ég er ekki ef ég sé græna olíu á disknum minn það er svona, já skemmtilegt Þetta er samt fallegt að sjá já Já En maður veit líka vinnun á baku þetta er ekki spennandi sko nei, þetta er eins og skraut tvillinn og svona maður, Óþarfi, þannig séð eða þegar þú veist hvað þetta er og maður svona, já maður rópar ekki túra, það er alveg flott Ok Ég er að fara að halda bjú á morgunum fyrir fullt að liði já, þannig erum við að tala saman Það ekki? bjúa maður Uppstúfur og kartöflumús og grænar og rauðar geggja Algjör negla já ég get samþýtt það Já maður er lágmenningar maður sko ég er bara það eru gefum með eitthvað unnið ógeðslegt Unnar kjötvörur, það er ekkert betra nei. Það sko ætlaði að væri hægt að fara með gang svona, þú veist, eitthvað svona eitthvað trend eins og karneval hennar karneval hvað heitir það? Karnevor karneval trendið Já, maður kallar þetta bara karneval allir bara að borða pulsur og bjúður og reyndar er þetta ekkit vitlaust orð yfir þú veist þessa hluti karneval að fá borða sér puls á karnevali já karnevaldæt já eða kannski ekki beint dæt en þú veist ég hefur farið og í svona skemmtigarða og svona, ég var að sjá maður er alltaf að sjá svo mikla skemmtileg miðbönd á TikTok, það var einhver gaur sem var að fara á milli skemmtigarða í Bandaríkjunum og dæma svona kalkunaleggi svona reykta Disneyland og eitthvað, hefur fengið svona ég fengið svolítið leggja í Disney World þetta er bara svo fallbyssa sko. Þetta er rosalega stórt sko getur rota mann með við erum ekki með neitt svona við erum með eitthvað svona skemmtilegt á Íslandi Nei, ekki svona Nei, það er alveg rétt hjá þér með kannski bara Við erum heldur ekki að framlega eitthvað svakalegt magna þessum kalkunum, þetta er bara rétt yfir áramótin og jólin og svona og Thanksgiving That's it Ég reyndi að sá í bónus nú bara daginn þá varum við að selja svona kalkuna lundir og eitthvað á grillið Já, maður er að fara að nýta þetta betur Þetta er gott stöf Já En hvað frétta? Bara Gerður eitthvað verslun með helgina? Já, ég fór norður fór hérna smá ferðalag og kíktu Akureyri og Eina Möllu og hérna, ekki Eina Möllu en Eina Möllu og svo bara tilbaka og fórum hérna á Sigló og kíktum þar aðeins, það var stuð á Sigló og svo hérna til fjölskyldunar í Víðidalum það er vist allt trillt að gera hjá hann Kristjáni sem var í Víðidali á okkur hann í Víðigerði ég held að hérna það er bara menna það bara með brækunar niður á hnía sko, það var bara svo mikið að gera það bara reyði ekki við neitt svakalegt, þú veist, þegar fólk er að keyra þetta og allir að stoppa og allir að vilja geta sko. Þetta er rosalegt þetta er kersla Vistu, ég gerði ekki neitt Nei? Ég fór að hitti vini í smá matabóði og komin heim fyrir miðnætti tegna nokkri bögar og smá raukt og smá spil og bara inn í búkin? Já, svo bara grilluðu nautalundina maður og gerði demi-glaze Nú, fórstu þangað? Já Ég elska demi-glaze Ég átti nautasúðsferðnu heima Kallinn
ég bara Já, maður á að nota þetta já sérstaklega ef þetta er til en er eitthvað betra heldur en að hitta gott fólk sláður í sig einhverju góða að borða Nei, það snýst það, félagskapin já, þú veist, og hafa stemmingu mýkja sig upp smá, Já. nokkri baukar Jú, það má alveg mikið þessu nokkri brandarar og Því fleiri brandari því Já. betra ég er að hallast meira að því að að maður er að gera þetta oftar Já, matabóð, maður er eftir að stopna mataklúbb það er fullt af mataklúbum í gangi í, Já, þú veist, ég á landinu nenni ekkert að fara með hverju sem er Nei, það er endar, þú veist, akkurat máli og svo er að þessi býður hinum og þessi býður þessum og hvar, þú veist, eru mörkin sko. það er bara einhver með að setja út punginn og segja bara hingað ekki lengra ég ætla að stjórna þessu, ég ræð Já, ok þannig að það er bara einræðisherra dæmið á þetta já, ok ég held að ég sko skrítið sko, maður fyrir svona 6 árum þá hefur maður fussað yfir þessu, nú er ég bara að hugsa bara bókaklúbur ég smá raut og tala um bækur og lesa, er maður að vera gamall eða maður að vera Þú þarft að hafa áhuga á að lesa bækur þá já, Ég er ekki þar ég veit ekki hvað ég var að lesa sko. ég gleymi sér alveg jafnóðum það sem ég les já, maður náttúrulega er svo gríðarlega öflugur sko Já, maður er öflugur í Andri Sönd eitthvað hlutis en það eru svona fræðsluritin sem að þú hefur lesið það er Andri Sönd og Rip Rapp og Mér finnst að Ölgerinn mætti alveg sponsa okkur, við erum alltaf að fá okkur Pepsi Max já, Ég er nú svolítið þreyttur á þessu að geta verið með þetta fyrir fram að alla sem er að horfa á okkur og ekki spons frá þeim heyrðu, veistu hvað að því að ég speysaði alveg út og fekk hugmynd í leiðinu bróðið þinn, Já, hann er kvikmyndasnillingur já, hann er það hvernig væri að fá hann til þess að fara yfir bestu matreiðslumyndir Já, það er enda góð hugmynd koma hingað og ræða við okkur Já Ég er nýbúin að klára The Bear, alla þættina ég misti alveg áhugan að því Er það? já, Mér fannst þetta svona svo mikið væl Já, ok, það er alveg vælan inn á milli sko, en samt lýsir þetta alveg svona nokkuð einn hefur þið séð bíómynd sem heitir Boiling Point Já, já, með honum Bradley Cooper ekki? Nei, það er önnur sko, hún heitir Burn Já, Boiling Point er svona í einni tökku og gerist á einu kvöldi og bara svona eitt service það er Mér minnir samt að ég geggjumynd sko. kannast þetta nafn sko. Já. Ég var til í að fá hann bróðinn til þess að koma hérna og ræða við okkur Já, ok, ég skal tala við hann Já, láta hann gefa lista Ég skal ekki sjá hvað hann segir, ég bara sný upp á hendina Já, láta hann gefa okkur lista Stóri bróður ræður og myndir til að ræða og þá þurfum við að horfa þær og mæta hérna spjalla við Já, þurfum við að horfa þér að sjálfsögum Já, ok Já, ég skal horfa þær kannski ég verður bara hérna með bróðinum Já, þú mátt alveg vera hérna með hann Þú getur bara fyrir spánar eða eitthvað lesa Er ég alltaf í frí lesa Andrés blöð og drekka Pepsi hann skal bara sjá Nei En svo erum við að fá skemmtilegan gest til okkar hérna með nullaran Já, Ég hlakka til að fá hann í heimsókn áfengislaus áfengi Já, bara bæði sterkt og freyðivín og hvítt og rautt og bjór og þú veist það samt ekki smá eins og að horfa á bíómynd án hljóðs? Nei, mér hlakka svo til að sjá viðbröðin hjá þér að með hvernig viðbröðin voru hjá þér varandi veganostana Já, þetta eru Þú veist, þú varst bara þú sagði þú ert búin að ná mér Já, gott stöf er gott stöf Já, en algjörlega Skálum fyrir því En þú nærð sama hversu góð nálægt í og ert í bjór og gini og eitthvað ef ég drekk 10 þá finn ég alveg muninn Já, ég meina áhrifin eru ekki að þetta staðar það er alltaf það sem vantar Já, fjörefnið maður Fjörefnið? Já, ok, þú færi bara eina lummu Já, en ég erum við ekki búin að fara yfir allt sem við ætlum að fara yfir? Nei, við ætlum ekki að fara yfir neitt, við ætlum bara að bylla en þetta var svona bara Já, í rauninni bara
En ég hvet endilega fólk, við erum náttúrulega á Facebook líka, þú veist, fólk getur sendt okkur Og línu Instagram og og við erum með svona einhverja hugmyndir og pælingar og ef við vilja sjá okkur gera einhverja furðulega hluti í Vestmannaeyjum. Já, Það er ýmislegt í boði, Já, er þú það? veist, já, ég meina, það er alltaf hægt að henda því í sjóin til dæmis. Já, ég reyndar sko, ég tel mig alveg, sko Stemmingsmaður. Já, ég held líka að ég fljóti vel, sko, í sjónum og svona. Ég Það er svo góð bauja. ég held að það sé smá selur í mér, sko. Ég held að ég haldi vel hita Já, ok. og já, Já, það er hægt að testa það. já. Já. Ég einhvern veginn, já, ef ég hugsa að ég myndi duga lengur en þú. Hvað er það að segja, ég myndi sökva? Já, þú veist. Já, Ég er svona gott gatasökti. það er þín orð. Ég allan að, já, við skulum bara íhuga það. Já, getum pælt í þessu. Já. Allan í sundinu. Sjáum til með sjóin. Já, en hérna, já, þetta er bara búið að vera gaman, spjalla eins. Já, bara gekkja. Bara gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Takk fyrir okkur. Þetta er alltaf jafn huggulegur. Já, sömuleiðis. Já, takk.